Sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Lokatölur leikjum kvöldsins, Burnley sigraði Watford 2-0. Svo í seríu A var það þannig að Atlanta sigraði Crotone 3-1. Cagliari sigraði Sampdoríu 2-1. En nóðum það í bili við ætlum að fara aðeins í enska boltan og þá helst eiginlega einbytta okkur að Arsenal. En líka þjálfara liðsins, hann búinn að vera hvorki meira en minna en 20 ár við stjórnvölinn og línuna komin Kjartan Björnsson, rakari hérna á Selfossi og Arsenal maður kom til blessaður, sæll vinur. Já, sæll. Hvernig hefurðu það? Hvernig hefurðu það? Ég hef það nú bara nokkuð gott. Já, það er nú heldur betur. Nokkuð brattur, sko. Já, það er búið að vera mikil fótboltaveisla hjá þér upp á síkasti að fylgjast eða ekki líka með ísraelsku deildinni, ekki bara ensku deildinni? Já, nú, maður er alltaf síðan skiptum þetta á, sko. Já. Drengur er svo fjörugur og fer á milli félaga, þannig að maður er að fylgjast með þessu öllu. Já, og hann byrja bara með trompið þarna út í Ísrael? Já, hann heitur ekki bíða neitt eftir sér. Nei. Er þetta... Hann byrja bara á því að spila leik í deildinni og skora ekki, eða runnu, og spila leik í Evrópadeildinni og þegar við sér töpuðu þar, með eftirminnum hætti, skoraði margt. Og svo spilaði hann annan leik sem skoraði ekki, eða runnu, og svo núna hérsta leik skoraði hann 2 heima, nú er svona stilt að sér og heitur hann minn og engur róleitur, bara með trompi og hérna komið 3 í deildinni og 1 í Evrópadeildinni. Já, það er ekki verra. Nei, það er bara, það er svo gott. En það er hérna búið að vera heldur betur, má segja, söguleg tíðindi svona, hjá þjálfari í ensku úrvalsdeildinni, búin að vera í stjórnvölinn núna í 20 ár, vinnuðinn og hagfræðingurinn, er hann ekki hagfræðingur annars? Jú, hann er hagfræðingur og sálfræðingur. Já, það sem vengur. Ég er náttúrulega mikill stuðningsmaður Engels, hef aldrei mist trúna utan eitt skipt að koma einhver efi í minn huga, það var aðalega pyrringur, allir lenti ekki að vera pyrraður. Að öðru leyti hef ég staðið með honum í gegnum þykkt og þungt og hef þurft að sussa og fjöldamarga Arsenalmenn sem að veifa sér það að vera með skæting í hans skarð. Gott er að hafa mismunandi skoðanir og allt það, en maður styður alltaf foringjan. Það er nú bara þannig. Ég lít þannig á það. Það er ekki endilega alfarið þannig í stjórnmálanum, en í fótboltanum styður maður alltaf foringja. Það er bara eitt foringi í hverju liðu, það er þjálfarinn sem stýrir skútunni. Það er maður styður hann ekki að þá eru helviti lítið eftir, finnst mér. Ég hef alltaf einsett mér það að styðja Wenger og hann hefur tróðið mörgum öllarsokkum upp í stuðningsmenn og tala ekki andstæðingarna. Það er oft verið gett lítur honum og sagt að hann sé nú bæði nýskuður en hann er búin að byggja upp hreint stórveldi á Emirates Stadium allt frá Highbury árunum og yfir til þess að dags í dag og var 10 ár á Highbury og 10 ár núna á Emirates og þetta er náttúrulega bara stórkostlegur ferill og hérna þó að mann getur vel hugsað sér fleiri titla hér að verið fjölmargir að tala stundum margir eins og það hafi einhver titlar verið, það er alls ekki. Þeir eru fjölmargir, bikarnum og deildinni og eins og hjálpslutunum á meistardeild Evrópu og því miður náðu ekki að klára það. Þetta Barcelona klaggar að líði þeim leik, spelaði á okkur og endaspettinum. En Wenger er mikill hugsuður og hann fer óhæfbundar leiðir, hann hættir við að bjóða í leikmenn sem er að fara að keyrast upp í verði og það komið mjög mikið görðarkátt og hann reynir að kaupa leikmenn svona bak við tjöldin. Þetta tekst það ekki alltaf. En til þess að þurfa ekki að keyra upp allt í penningunum og hann er auðvitað löngu búin að segja sína skoðan á því. Það getur vel verið að það dugi ekkert annað og ég hitti nú einmitt United mann núna í ágúst þegar tímabilið var að byrja og þá var hann að bölsast yfir því hvers ræðill og unningji hann væri en Wenger svo er ekki neitt að kaupa. Það er að sátt í slagnum og bara að verða menn að kaupa og við verðum að hafa það að kaupa á dýru verði. Mér síðust á töflu núna að Arsenal sig lofa United þess að Wenger færi afskaplega varlega í kaup. Nú síðasta vetur þá var nú Arsenal fyrir ofan þessi lífnarsjóna sem að rífa með kjátt, þannig að ég held að Arsenal og Wenger sé nú bara
alveg með þetta og hann var í 4. sæti hitt í fyrra, 3. sæti í fyrra og í vor síðastliðið var hann í 2. sæti og þú sjáum bara hvernig þetta verður næsta vor. En hann tekur við Arsenal hérna mitt núna 96 og já, svona fyrir áður en hann tekur við, þetta var ekkit sérstakt bú sem hann var að taka við eða hvað? Nei, svo sem sko það sem að hafði nú að gerst þetta á skrifan var náttúrulega það að hann vann nú náttúrulega talsvölda titlum sko. En hann vann nú ekkit endilega sérstaklega skemmtileg og hann var mjög varnarsinnaður og við skorum ekki mikið af mörkum en nú til þess við unnum til dæmis í hérna 94 í Kaupmannahöfn að leik sem ég fór á þar sem við unnum Parma 1 og hérna og það var bara 1 mark og það dugði til þess að fá úrslitið fram og við hefðum mikla og það var Georg Graham stjóri og hann var nú svona til árangurstátt en það var komið svona ákveðin það þreita í þetta, mann vildi gera breytingar og Wenger kemur hérna frá Monaco og Wenger sýndi þá og sannaði alveg að hann byrjaði nú strax á titli og þannig að hann er maður því miklu trú og ég hitt hann svona 3-4 sinnum og hann var ég var einmitt að klippa hérna forsætisráðherrann í daginn Sigur Inga og hérna þó ég sé ekki framsvona maður og þá vorum við góði vinnir og hann úrvalsmaður að Sigur og hérna hann hafi verið á erlendis á EM daginn og þeim var komið saman Wenger og Sigur Inga tekin að þeim mynd saman því að þeir eru báðir Arsenal-menn Sigur Ingi er Arsenal-maður þannig að þeir eru víða þessi Arsenal-menn en við þurfum auðvitað anstæðingarna líka ég tala nú svona fjálglega við að því að ég er í þannig stuði ég er með barnabarni svona sviðast hjá mér núna og kæristunars og hérna er nýkomin heim frá Malmö búið að pakka þar öllu saman og er að gera tilbúið fyrir Ísrael Það er svolítið Já, það er nú svolítið munur en hérna svona þú segir að þú ert búin að veita nú stuðning frá upp að þú hefur væntanlega orðið bara reiður öðru koru en þú hefur alltaf sýnt bara stuðning bara eins og En hvað er það sem að heldur honum í starfi frekar en aðra knattspyrnustjóra á Englandi? Veistu hvað það er? Í fyrsta lagi jafn árangur að mínum að hann er náttúrulega með jafnan árangur hjá félaginu menn þetta er eina lið í eftir knattspyrnu sem hefur verið meistaradeildin frá byrjun og þau hafa flestar komið inn og farið og alls konar en Arsenal er alltaf þar það er svona jafnar árangur og því fylgja náttúrulega margir áhorfendur og því fylgja tekjur og hann er náttúrulega líka verið gríðarlega skynsamur í rekstri félagsins. Það verður aftur okkur því að frá því að hann kemur 96 að þá er búið að byggja eitt glæsilegasta æfingasvæði og æfingahöll sem er hjá knattspyrnufélagi í Evrópu. Það sem er landslið annarra landa sækjast alveg í að fá að koma og æfa og vera hjá Arsenal. Hann er búin að byggja upp, ekkert hann en hann er búin að leggja grunn á sem fleirum að því að byggja hennan glæsilega fótboltavöll sem Emirates Stadium er. Og félagið er í daglega skuldlaust á ennilega, ég heyri það í samantekt í þetta sumar að félagið á mest eigið því allra félagi í Evrópu ekki hjálpa það okkur endilega til að vinna titla, ég ekki að segja það en það þarf að reka þetta eins og fyrirtæki og það hefur Wenger gert og þess vegna hefur hann tiltrú hjá eigendur félagsins þarf að hafa það og hann hefur tiltrú hjá leikmenn koma til þess að spila undir forystu og stjórn Wengers þeir verða meiri knattspyrnumenn og ekki hann hefur tekið marga efnilega leikmenn og menn sem hann hefur eitthvað séð í og gert á að stórstjórnum en það hafa marga stórstjórnum farið í gegnum sikti hjá honum á þessum 20 árum og síðan náttúrulega er kannski síðasti þráðurinn hann er sá að mannum finnst alltaf titla fleiri núna 17 árin og þetta er auðvitað harðindaskeið hann hefur tekið á sig það að þurfa að missa góða leikmenn sem hann ekki vilja missa vegna þess að það er verið að borga niður skuldirnar og það er bara búið núna og nú held ég að tíðin sé gríðarlega björt framöndan í Arsenal, alveg gríðarlega. Það er náttúrulega, eins og ég segi, grunnurinn er eins og allra best í sennilega hjá nokkuð knattspyrnufélagi í Evrópu.
og þessi samantekt í sumar sá okkur það að Arsenal á meira fé til að nota ef hann fylgist til að nota á Ísu meira fé og ríkara í laun heldur en Barcelona, Real Madrid, Manchester United og fleiri félag því þau náttúrulega svo skuldsett en það Arsenal ekki það getur vel verið einhver flissu og hlægja mér þegar að heyra þetta en þetta lasir við þessari samantekt sem að í einhverju svona viðskiptablaði erlendis og þetta heldur staðan en það hjálpar okkur ekki að vinna titlana og núna held ég að svo tíð sér framöndan en mér finnst að hafa gert vel í kaupunum núna í sumar og margir skammist yfir því og hann bara liður að spila príma vel og mér fannst leikmenninni gera hann mikinn heiður til í þessum leik við Chelsea þegar hann stóð akkurat á þessum 20 ára tímamótum og sýndi þar og sannaði að peningaliðið Chelsea átti ekki séns á góðum degi í Arsenal. Nei, þeir bara tókuð á 3-0 eins og ekkert verið sjálfsæra. Já, hæglega getur við látt meira. En þeir letu 3 döða, það er kannski eina sem ég gagnrýni Wenger fyrir það. Stundum þegar við erum að vinna leiki með yfirbörðum, bæði spilalega og markalega séð með þetta 2 og 3 mörk og þá lætur hann gert þetta alveg numið. Það er fyrir að ala upp í þeim aðeins meiri svona grimt og meiri refsingu og vinnaliði kannski ennú stærra en þetta gefur þetta bara 3 stig alveg svo 5-0 og 6-0 en Wenger mikill settilmaður og mikill hugsuður og ég gleymi því aldrei þegar ég á sinni tíma þegar við vorum að klára á Highbury hafa sennilega verið einhverju 2, 3, 4 árum áður að skipti frá Highbury yfir á Emirates þá ég með dóttur mína Katrínu þar sem nú 20 í dag og hún hleypur allt í hennu frá mér og yfir götuna og það snarneglum yfir bíl og hann rétt að keyra á hana og þá var það Wenger á BFF sínum og BFF pínu sínum og rétt að keyra á hana en hann kom hleypandi út og bara sagt eitthvað á þessu og var ánæður að allt gekk vel og sýndi mikinn rausnarskap í framhald af því blessaður maðurinn. En hann hefur ekki átt neitt skili hjá okkur Arsenalmönnum annað en einlægan og eindrægan stuðning. Sjáum hvernig þegar stóri kallar fara. Sjáum hvernig þegar Ferguson þessi mikli næstum stjóri hjá United þegar hann fer frá þeim. Þetta búið að vera eitt stanslust vesen síðan. Þannig að menn vita ekki hvað vera átt hafa fyrir en mist hafa. Þannig að ég veit ekki, ég kvíði því þegar Wenger fer. Já, nákvæmlega. Það ekkert vitað hvað hann verði lengi. Hann með samningi það ekki fram á vor núna? Hann með samningi á vor og ég held að hann fái samningi eins lengi og hann kæði sum. Já, hann bara ræði því. Ég hef tilfinningu fyrir því. Já, ég hef tilfinningu fyrir því. Já, nákvæmlega. Ég held að ef hann óskar eftir að fá að vera 2 ári viðbót þá fá hann það. En það ekkert vístur vilja neitt að herða á hann og ég samt verður bara látið svolítið ákveða það sjálf hvað það vilja í hvernig. En svona staðamál í dag, Arsenal bara byrja tímabili ágætlega, það eru 4 sigrar, 1 jafntefli og 1 tap. Það ekki bara ásættalegt? Já, það aldrei ásættalegt að tapa. Við áttum að vera með svona 3-4-0 og mótið Liverpool í hálfleik. En það hjálpar okkur ekki neitt heldur. Síðan kom Liverpool með príma kabla í seinni hálfleik og skoraði þetta 3-4 mörk og munum við engu að við næðum að klára það tilbaka. En það duð okkur ekki og við þurfum bara að læra því, ég heyri það áðan hjá þeir að Burnley var að vinna í kvöld 2-0 og þeir hafa unnið ýmislið 2-0 Burnley og þetta bara svona, þetta skemmtilega venska bolta núna og ég vil að fótboltan alls staðar að minni liði sem áætlu voru minni lið, þau að taka stig núna af þessu stærri liðum, þannig meittu stærri liðum þannig að það alveg klárt að þetta alltaf jafnast og þetta verða bara svolítið skemmtilegt. Já. Það náttúrulega bara eitt liðið það ekki sem var aðeins fyrir honum í fyrra fyrir Englandsmeistaratitlinum? Nú trúblast ég aðeins að við gáttum minna að spyrja hvað séru? Var ekki bara eitt lið fyrir þeim í fyrra að verða Englandsmeistarar? Það var bara eitt lið fyrra og það vil ég ekki ætla að verða fyrir núna en sem komið auðvitað þetta erfitt að fara inn í annað tímabil eftir svona óvæntan árangur eins og Leicester náði. Mér þykir nú afskaplega vænt Leicester, ég fór þangað 2007 með Viðar í trial sem kallaður, eða svona skoðun, og voru þar í 8 daga. Það var frábært að vera hjá Leicester. En mér sýnist þeir eiga svona svolítið í land núna, það taka allir á þeim eins og sitjandi og ríkjandi meisturum og það getur verið svolítið erfitt að þegar mann fá svolítið trekkringar. Nei, nákvæmlega. Síðan held ég að City náttúrulega verði gríðarlega öflugir
Þeir voru það vísu líka fyrstu 6-8 leikinni fyrra, svo fóru að halla undan fæti, en ég hef sagt, Guardiola sé nú svona líklegri til þess að halda við efni svolítið. En þetta verður spennandi vetur, ég ekki nokkru váður það. Nei, nokkulega. Kjartan Björnsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Við endum þetta sjálfsögðu bara með Arsenal-lagi. Það ekki hægt annað á svona, eftir svona góða sigur gegn Chelsea. Fer vel á því. Bestu þakkir. Takk fyrir. Já, blessaður. Já, fara ekki langt hlustu góðir. Hér innan skams það verða Kári Garðarsson, þjálfari Íslandsmeistari Gróttu í handknattleik. We are awesome.